Hins vegar á fyrsta opinbera fyrirlestri sem kona hélt á Íslandi, ræðu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur frá 1887. Bríet Bjarnhéðinsdóttir var ein af helstu forkólfum kvennabaráttunnar á 19. og 20. öld, frumkvöðull, útgefandi og ritstjóri. Hún gekk í kvennaskólan á Laugalandi en stúlkum var ekki gefinn kostur á frekari menntun á þeim tíma. Sneri Bríet sér þá að kennslu. Þann 30. desember árið 1887 hélt hún opinberan fyrirlestur í Góðtemplarahúsinu hagsmuni og réttindi kvenna. Háttvirtu áheyrendur, þegar ég líti yfir alla þá sem hér eru samankomnir, finn ég glöggt hve satt það sem frú de Staël sagði. Karlmaðurinn getur boðið almenningsálitinu byrgin, en konan hlýtur að gefa sig undir það. 1874, þá þjóðfundurinn haldinn og þá voru menn mjög trúaðir á mannfrelsi og betri heim. En það sem að Bríet segir frá því sjálf, hún kemst í rauninni að því að þessi trú betri tíma og meiri réttindi mannfólks yfirleitt, að það á í rauninni ekki við konur. Þá fæddist konan til að verða eign mannsins, rétt eins og þrællinn til ánauðarinnar og aðalsmaðurinn til aðalstignarinnar. Við því var það ekki gjört á annan hátt en að konan yrði svo heppin að verða eftirlætisbarn föðursins eða uppáhaldsgersemi eiginmannsins. Hefði hún ekki því lána að fagna, voru það óhjákvæmileg örlög hennar að vera sem ambátt alla sína ævi, bæði sem dóttir og eiginkona. Fyrirlestur Bríetar verður endurfluttur af 7 leikonum í Iðnó þann 30. desember næstkomandi og markar hann upphafið af 100 ára kosningaafmæli kvenna. En í þessum fyrirlestur sínum þá fjallar hún almennt sögu kvenna. Það lítur svo út sem það sé eitthvað svo óhæfilegt fyrir konur að skapa sér sjálfstæðar skoðanir og framfylgja þeim. Að þær geti ekki unnið það fyrir ef það skildi þá verða álitið ókvenlegt. Og það má fullyrða að þessu orði hefur fylgt það töframagn sem margar aldir hefur hneppt hugi og framkvæmdir kvenna í þá fjötra sem enn að mestu óleystir. Árið 1894 var Bríet ein af stofnendum hins íslenska kvenfélags. Hún stofnaði Kvenréttindafélag Íslands árið 1907 og var aðili að stofnun ýmissa annarra kven- og mannréttindafélaga. Bríet, hún hafði ákveðna persónulega reynslu. Það sem hún sá að það var mikill munur á körlum og konum eða öllu heldur drengjum og stúlkum þegar þau voru að vaksa upp. Maðurinn var og enn þeirra löglegi fjárráðamaður og getur jafnvel skammtað þeim í hendurnar þar sem þær þurfa til daglegra þarfa á heimilunum. Ég hef þekkt menn sem tóku við skökunni af strokknum hjá konum sínum, sem töldu kjötbitana ofan í tunnurnar og reiknuðu svo saman svo þeir sæju hvort konan hefði ekki hnuplað. Og hennar mjög minnistætt þegar hún ung stúlka þegar hún var úti með piltunum að vinna en þegar þau komu inn eða komu inn til kvöldmatar eða eitthvað, þá gátu piltarnir hvílt sig en þá tóku heimilisstörfin við hjá þeim. Og hún segir þá á einum stað að hún hafi hreinlega kvalist yfir því að fá ekki að lesa eins og drengirnir bræður sínir. Það getur varla verið réttlátt að vinnukonan hafi ekki meira en þriðjungskaup móti karlmanni, hvað dugleg sem hún er. Og þótt hún gangi oft að sömu vinnu og hann eins og í sveitum á sumrin. Og þó þarf stúlkan að vinna mörg verk fram yfir karlmannin, bæði kvölds og morgna og á sunnudögum. Og svo hefur hún svo sem í þokkabót að taka af honum vosklæðin á kvöldin.
þessi fyrirlestur og ýmsir aðrir atburðir, það var það sem fleytti okkur áfram inn í það staðreynd að konur á Íslandi fengu kosningarétt árið 1915.